ert þú að bilast á þessum kvíða? Ég ætla að vera algjörlega heiðarleg við þig. Það er ekki til nein töfralausn. Það er ekki til nein töfrapilla sem þú getur tekið og bara losnaðu kvíðan svona. Ég glímdi við kvíða í mjög mörg ár. Ég glímdi við ofsakvíða, króníska verki, síþreytu, króníska vöðvabólgu, átröskun, fíkn. Ég var rosalega veik í rosalega mörg ár og af öllu þessu veikindum var kvíðin einna verstur. Og kvíðin var þannig að ég vaknaði upp miðjan nætur í ofsakvíðakasti. Ég var með stöðugan viðvarandi ótta og kvíða innan með mér að eitthvað hræðilegt væri að fara að gerast. Eftir að ég eignaðist barnið mitt, þá gat ég ekki notið þess að vera með barninu mínu af því ég var alltaf með stöðugar áhyggjur af því að eitthvað slæmt væri að fara að koma fyrir barnið mitt, að vera að fara að slasast eða meiðast eða veikjast, eða eitthvað hræðilegt væri að fara að koma fyrir það. Þegar ég var einhvers staðar ein, þá var ég alltaf með stöðugan ótta að einhver væri að fara að brjótast inn hjá mér eða ráðast á mig eða ræna mig eða drepa mig. Ég gæti ekki farið í ferðalög af því ég var með stöðugan ferðakvíða og flugkvíða, ég var með heilsukvíða, ég var með svo mikla verk í bakinu, ég var sannfærð að ég væri komið krabbamein í bakið, eða eitthvað mjög slæmt var að koma fyrir mig. Og ég var stöðugt að reyna að finna einhverja leiðir og leita mér einhverja aðstoðar og það var ekkert sem hjálpaði mér. Og eina sem gerðist var ég hélt áfram að vera veikari og veikari og þreyttari og þreyttari og kvíðnari og kvíðnari. Og ég var orðin mjög örvæntingarfull og ég trúði því einfaldlega að ég var sjúkdómsfórnarlamb, dæmd í eilíf veikindi og ég yrði hætt að vinna og fara á örorku. Og örvæntingin sem að fylgdi þessari trú var algjör. Og það var ekki fyrr en ég fór að þvinga mig til þess að stunda hugleiðslu á hverjum degi með þeim ásetningi að fá bata sem ég byrjaði að finna einhverja lausn og einhvern bata og ég byrjaði að átta mig á því hverjar voru ræturnar sem voru að valda þessari vanheilsu og þessum kvíða og ég byrjaði að sjá og trúa því að ég hefði miklu meira með mína líðan og mína heilsu að gera heldur en ég hafði áður trúað og í rauninu komst ég að því að ég hafði allt með að gera. Og í gegnum þetta bataferðalag sem að tók við fekk ég algjört frelsi frá kvíðanum, ofsakvíðanum, krónísku verkjunum, brotnu sjálfsmyndinni, þessari krónísku vöðvabólgu þreytunni og í dag er ég sjálfsörugg og kraftmikil og glöð og heilbrigð og frjáls. Mér líður vel í eigin skinni, ég sef vel, mér líður vel þegar ég er með börnunum mínum. Ég er stöðugt að ögra mér að fara út fyrir þægindina með að gera eitthvað sem að mér finnst óþægilegt og ég finn að ég get vaxið og dafnað og ég hef tækin og tólin sem að ég þarf til þess að gera þessa sjálfsvinnu innan með mér. Ég er búin að gera upp áföll fortíðar, ég er frjáls frá þeim og það er svo erfitt að lýsa þessu með orðum hversu stórkostlegt þetta er og stundum þarf ég að minna mig á, hvaðan er ég að koma. Og eftir ég fekk mitt frelsi að þá vissi ég að ég yrði að hjálpa öðrum að fá þetta frelsi líka og ég er búin að gera það síðan 2019 og þá bjó ég til námskeið, netnámskeið, frelsi frá kvíða sem hefur að geyma allt það sem að gaf mér mitt frelsi. Það er bara netnámskeið sem að þú getur unnið í gegnum símaðinn og þú getur bara þrætt í gegnum dagleysturnar og fyrirlestrarna sem að hjálpa þér að moka út rótum kvíðans og kenna þér og gefa þér tækin og tólin sem þú þarft til að taka þína orku, þína heilsu, þína líðan á næsta level og brjótast út úr þessum hræðilega vítahring sem kvíðin er. Það sem hann rænir þig lífsgæðum þínum, heldur þig niður, heldur þig í viðvarandi streitu ástandi og gerir þig veikan eða veikan. Þú ert svo margfalt þess virði, þetta er ekki töfralausn, en þetta er samt lausn. Við þurfum alveg að vera tilbúin að leggja okkur smá vinnudagsdaglega til að öðlast þetta frelsi en það er margfalt þess virði og ég bið þig að hugsa, ímynda þér og svo komin fram í tíman að þú sért orðin áttræður eða níræður og sért á grafabakkanum og þú horfir tilbaka á líf þitt og þú gerðir ekki það sem þurfti til þess að brjótast út úr þessum kvíða. Þú leyfðir árunum að líða ár eftir ár í skugga, ótta og kvíða og óöryggis og vanlíðunar. Þú varst ekki nema helmingurinn af þeirri mannesku eða brota þeirri mannesku sem þið var ætlað að vera og þú lifðir ekki nema brota eða helminga því lífi sem þú vildir og þráðir að lifa og þá er það orðið og seint. Ímyndaðir eftirsjána og vanlíðuna en í dag hefur þið ennþá tækifæri. Í dag er það ekki orðið og seint. Þú getur byrjað strax í dag ef þú ferð inn á www.frelsifrákvíða.is
bókar þetta námskeið, þú getur unnið á eigin hraða, á eigin forsendum, hvenær sem í gegnum síman. Það eina sem hún þarf hálftíma á dag og nægilega mikil sjálfsást til þess að vilja að gera þetta fyrir þig sjálfan eða sjálfa. Þannig að ég hveti til þess að fara inn á frelsifrákvíða.is, byrja þitt bataferðalag strax í dag og ekki fresta því, ekki bíða með það. Og þú getur líka sendt mér tölvupóst á sara@lausnir.is og bóka í einkatíma og ég skal taka vel á móti þér og við getum hjálpað þér að byrja bataferðalagi þannig. Og áður en að ég segi bless, þá langar mér til þess að gera bara örstutta hraðadáluslu og hjálpa þér að moka út hluta af rótum kvíðans. Þetta tekur ekki nema 10 sekúndur, ég ætla að biðja að taka þátt með mér í þessu núna. Ég ætla að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir þar sem hún situr eða liggur. Ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann. Og þegar þú blæst frá, máttu loka augunum og finna hvernig þú svífur inn í þægilega, djúpa, himneska slökun. Og ég ætla að bjóða þér að endurtaka eftir mér, annarkvort upphátt eða í hljóði. Ég tek ákvörðun frá hjartanum að fyrirgefa sjálfur mér eða sjálfur mér allt frá upphafi. Ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska sjálfa mig og það sem ég skilyrðislaust núna. Ég tek ákvörðun frá hjartanu að brjótast út úr þessum kvíða, út úr þessari vanlíðan og inn í frelsi, gleði, heilbrigði, ljós, birtu núna. Af því að ég þess virði. Og þú finnur hvernig það kviknar von og vellíðan, frelsi og friður innan með þér. Og þá máttu bara koma hægt og rólega tilbaka og þegar þú opnar augun þá finnur þú komið tilbaka til fullrar vitundar og líður stórkostlega vel. Tilbúin í þetta ferðalag með mér. Farðu inn á frelsifrákvíða.is og byrjaði þitt bataferðalag strax í dag. Hlakka til að sjá þig og vera með þér. Takk fyrir mig.